Helgi, af hverju eru svona margir í framboði til alþingiskosninga núna? Það eru svo margar ástæður fyrir því. Það hefur verið ákveðin þróun í þá veru, ekki bara á Íslandi, þetta í mörgum löndum, að fleiri og fleiri flokkar bjóða sig fram og menn hafa litið svolítið á það sem merki að gömlu flokkarnir séu svona að missa tökin. Það þarf þó ekki endilega að vera þannig, því að ennþá er það nú þannig að gömlu flokkarnir taka stóran hluta af kjósendakökunni. Þetta þýðir kannski meira það að það er til fleira af fólki sem treystir sér til að standa í því brasi í raun og veru að stofna stjórnmálaflokka og treystir sér til að koma fram fyrir þeirra hönd og svo framvegis. Sá stokkur fólki hefur aukist. Við sáum þetta líka í kosningunum til stjórnlagaþingsins og jafnvel í forsetakosningunum voru fleiri í framboði á Íslandi núna síðast heldur en við höfum nokkuð tíma séð áður. Þannig að það er greinilega fleira fólk sem er tilbúið til að reyna fyrir sig í stjórnmálum án þess að vilja fara endilega gegnum gömlu flokkana. Það sem við sjáum hins vegar núna í þessum kosningum er það að ef við skiptum kökunni ef við skoðum síðasta kjörtímabil þá höfum við annars vegar ríkisstjórnarflokkana sem er ein blokk og stjórnarandstöðuflokkana Framsóknarflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn sem eru önnur blokk. Og það sem er að gerast núna er kannski tvennt. Annars vegar er ákveðin straumur kjósenda frá stjórninni yfir til stjórnarandstöðunar. Það er það sem við getum sagt að segja vinstrisveiflan sem varð 2009, hún er að ganga tilbaka að einhverju leyti. Þetta eru kannski eitthvað rúmlega 10%. En það sem við sjáum síðan miklu frekar er það að þeir sem eru ósáttir við stjórnina og kusu stjórnarflokkana síðast, þeir reyna fyrir sér með nýja flokka í raun og veru kannski ekkert síður heldur en að fara yfir á stjórnarandstöðuna. Þannig að við sjáum að það er að mélast úr stjórnarflokkunum og stjórnarflokkarnir eru að missa yfir til nýrra flokka, ekkert síður enn yfir til stjórnarandstöðuna. Og eiginlega kannski stærri straumur af kjósendum er þangað. Þannig að sérstaklega við, Samfylkingin til dæmis, er að tapa mjög miklu, sérstaklega meðal ungs fólks, til Bjartar framtíðar og Vinstri græn til Pírata, svo dæmi séu tekið, og svo eru þarna margir litlir flokkar. Þorrið þess fylgi sem að litlu flokkarnir er að fá er frá ríkisstjórnarflokkunum og ekki frá þeim stjórnarandstöðuflokkum sem hafa verið í stjórnarandstöðu Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn á síðasta kjörtímabili.